Á góðviðris dögum eins og þessum upplagt að skella sér í sund og hér í Skagafirði ætti mönnum ekki að vera skotaskuld úr því að það að finna allavega 8 sundlaugar. Eða ekki svo? Jú, hérna 8 laugar og þar að veru 4 sem að sveitarfélagið sjálft kemur að beinu rekstri. En svo einkaaðilar og svona minni laugar hérna annars staðar í firðinu líka, 4 aðrar. Hvar eru þessar laugar? Sko, við erum stödd hérna á Sauðárkróki og hérna ein laug, svo erum við með aðra fram í Varmahlíð. Yfir á Hofsósi ein laug sem þykir feikilega vinsæl og fá endalaus verðlaun fyrir hérna bara skemmtilega staðsetningu og útlit. Og svo erum við með eina svona pínukassi falda perlu í hérna Fljótunum á Sólgörðum. Og hún alveg reglulega skemmtileg svona eins og fyrir fjölskyldur og annað þar sem við reynum að halda lauginni frekar heitri og þannig að þetta alveg upplátt fyrir fjölskyldufólk að fara. Það nú bara svo að það ekki allir sem vita hvar fljótin eru. Nei, en þau þú leggur á stað hérna til austurs frá Króknum að þá eru þau áleiðis að Siglufirði og þú komin í langleiðina á Siglufirði þegar þú ert komin í fljótin. Þú ert komin allavega út úr öllum Skarkala. Já, það má segja það og fara hérna mikið rófanæði og á góðviðri stöðum og þá ertu bara eins og pallirni í himinu nánast sko. Já, eins og þú nefndir Hofsóslaugin og þetta flott laug, en svo ekki einu på Hólum líka? Jú, svo lítið laug þar líka sem að ferðaþjónustan á svæðinu að reka og það alveg samskonar, ég menn eins og kannski þekkir að það Skagafjörðurinn einstaklega fallegur á sérstaklega á svona dögum og Hjaltadalur ekki sístur þar af sko, þannig að það nú ekkert verið að fara þar í laugina. En þið sveitafélagið rekur ekki þá laug? Nei, við rekum ekki þá laug. Við erum með þessa 4 og hérna það eins og sagðir í innganginum að þú getur fundið bara laug nánast hvar sem þú ert hérna á ferðinni sko. Þannig að við talum ekki bara eftir veðráttu, það getur verið breytilegt hvort það sé þokuslæðingur hérna við ströndina og þá getur þú farið hérna fram fjörðinn og þar ertu kannski komin í bong og blíðu sko. Og kannski sunnan við Varmahlíð, þar ein voðafalleg laug? Já, einu og rauninni 2 sko, því að það náttúrulega laug bæði fram á Steinstöðum og svo ein á Bakkafljót líka sem einkaaðilar reka þar. En Steinstaðafljótin, laugin þar að þar hefur einkaaðili verið með hana í rekstri, svona með tengt ferðaþjónustu. En svo einhverjar á náttúrunnar hendi, það eru nú að verða alltaf vinsæll og vinsæll. Já, það nú svo að við erum með eina perlu hérna utar á ströndinni, út á Reykjaströnd og hérna það náttúrulega laug og þetta var uppalega held ég bara 1 laug, nú eru konar 2 og hérna eru hlaðnar hérna mjög skemmtilegar og mikið ferðaþjónusta þarna árið í kringum þetta og ber að nefna kannski að það verður Drangaeyjar Músíkafestival í lok júní, síðustu helgin í júní, þannig að það verður gaman að sjá hvernig tekst til með það. Það ein innilaug sem að kannski fáir vita af, nefndu mér hana? Já, það 8. laugin hérna í firðinum og hérna hún í kjallaranum á heilbrigðisstofnuninni og hún náttúrulega hefur verið opin og svolítið í tengslum kannski við sjúkraþjálfunina sem þar og svo náttúrulega hérna dvalarheimili aldraðra þarna frá líka þannig að þeir eru að nýta sér laugina líka og þetta náttúrulega alveg upplaug svona fyrir þá upp á aðgengi og annað að gera, það alveg til fyrirmyndar þar fyrir þá sem erfitt með að komast í laugina. En við erum akkurat hérna á Sauðárkróki og laugin galtóm, hvað í gangi? Já, þetta nú bara árlega viðhald hjá okkur og það kannski óvenju mikið þetta árið. Fyrir að settum við hérna hita í kantinn hjá okkur, Sundlagabakkann. Nú erum við ekki hérna tartan og svo kannski lítið yfir laugina, þá hún alveg glæsilega að líta vegna þess að hún nýmáluð. En hérna þetta svona árlegu viðburður og svo má segja, það alltaf einhver smá vikutími sem við þurfum að loka því miður og það bara eðlilegt viðhald. En það hægt að skella sér það bara í næstu opnu laug? Já, það 7 aðrar laugar, einhvers staðar hérna á Stangli, þannig að það nóg að vera í því. Og þetta nú kannski svolítið sérstakt í ekki stærra sveitafélagi, hér búa nú ekki nema rétt 4.000 manns? Það rétt, þetta mjög óvanalegt, en þetta nú kannski arfleið frá því að þetta voru fleiri sveitafélög hérna áður fyrr. En hérna, þetta svona það sem við fengum, ef svo má segja, með þessari sameiningu, þetta ansi skemmtilegt. En það þá væntanlega mikil kostur að hér nóg af heitu vatni? Já, hérna nóg af heitu vatni og hérna, og það eins og ég segi, það breytilegt reyndar hversu langt að sækja það og svoleiðis, eins og fram í Varmahlíð þá það nánast bara í
túnfætinum á lauginni, þannig að það er saman að segja með fljótin, þannig að það þarf ekki að sækja langt yfir lækinn. Og það er kannski þess vegna sem þær hafa sprottið upp. Já, ég held að það hljóti nú að vera megin ástæðan fyrir því. Og það segir nú svolítið eins og með Varmahlíð, bæði nafni á því og svo Reykjarhóll, þannig að þetta er nóg að heitu vatnið þannig. En hvernig gengur að reka svona margar laugar? Er þetta dýrt fyrir ykkur? Já, það fylgir þessu alltaf talsverður kostnaður, bæði náttúrulega í mannahaldi og bara eins og þú sér núna í viðhaldi og annað. Þetta er náttúrulega, það fylgir, það er alveg klárt mál. En það er náttúrulega ef við erum heppið með veður og annað, þá er þetta vel sótt og það er náttúrulega hjálpað mikið til. En þetta er dýrpakki, já. En hvernig er aðgangurinn? Ég meina, er margir ferðamenn að koma og hvernig eru heimamenn að sækja þetta? Sko, það skiptir svolítið eftir laugum. Hérna á Sauðárkróki þá eru heimamenn mjög svo duglegir að nýta, svona til jafns á við ferðamenn kannski yfir sumartíman. Þá sjáum við vissulega aukningu en það er jöfn og góð notkun svona og aðsókn yfir vetrartíman. En á Hofsós aftur á móti það er mikil svona ferðamannalaug og það er mikil ágangur yfir sumartíman. Þannig að við sjáum alveg skýr merki þess. Og svo erum við með laugar eins og út í Fljótum sem að er opinn yfir sumartíman fyrir almenning. En yfir vetrartíman er hún mestmegnis bara notuð sem kennslulaug við skólan þar. En nú gerði á sínum tíma að þið hafi frítt fyrir börn sem búi í sveitafélaginu, yngri en 18 ára. Hefur það skilað sér í meira aðsókn barna að laugum? Já, ég myndi nú telja það. Og svona ef maður rýnir í tölur aftur í tíman, sko, þá berðar nú svolítið þess merki, sko. Svo er alltaf langt skemmtilegt að sjá þegar maður er að skoða þessar tölur að þegar þau náðu þessu 10 ára aldurstakmarki, að þá rjóka upp alveg aðsóknartölurnar, sko. Þá með þau fara einu sund og þá flikkjast þau í laugina. En getur ekki bara nokkuð öruggur sagt okkur að það verði fínt veður bara eins og það er hérna í dag og svo að bara fólk sé velkomin í laugar? Já, þú fær nú ekki að hengja mig upp á þetta, sko. En jú, vissulega þór ég nú að lofa því að það koma góði dagar í sumar allavega. Já. Og eins og ég sagði áðan að þó að sé ekki gott á króknum að þá finnur það bara ekki starf annars stærri firðinum. Það er ekkert mál að finna gott veður hérna einhvers staðar.